komið sæl. Norðanhríðin svona smá saman að ganga niður hjá okkur. Það samt ennþá fremur hvasst og lagast ekki nema svona smá saman í kvöld og verður orðið skaplegt veður víðast hvar á morgun. Þessi lægð hér sem að stjórna veðrinu, hún fjarlægast okkur smá saman og sjáum að það gliðnar milli þrýstilína og það verður þá mun hægari vindur á morgun, en það svona strekkingur svona annesjum norðan til og ennþá úrkoma þar á morgun. En á hittasviðinu þá aðeins að hlýna, þannig að það verður líklega blautar úrkoma svona á láglendi nyrst á landinu á morgun og á norðausturlandi einnig svona svolítið blaut í þessu, en yfirleitt svona snjókoma til fjalla í kvöld og nótt. En sjáum stöðuna þá í kvöld, það eru ennþá gular hríðarviðvaranir í gildi, fara svo að detta út svona hver af annarri hér fyrst austan til þegar líður á kvöldið, búin að detta út hér þá fyrir austurhluta landsins og þannig að þetta svona fer skánandi. Það má alveg reikna með að verði áfram skafrenningur og snjókoma, sérstaklega þá snjókoma hér eitthvað áfram í kvöld og fram á nótt á norðausturhluta landsins, en annars þurrt og fínasta færi víðast hvar hér sunnan til á landinu og búið að lægja hérna mikið hérna undan Vatnajökli og ekki lengur vindaviðvörun þar. En þegar við skoðum svo þróunina, kemur svolítið drag hérna meiri úrkomu, en það verður aðalega bundið við ströndina og annesjum norðan til, en dregur úr ofankomunni svona inn til landsins og við sjáum að mun hægari vindur á morgun á Þorláksmessu. Það þá helst að þessi sé ennþá svona leifar af vindi og úrkomu á annesjum, strekkingur þar og rigning slydda svona yfirleitt við ströndina. En má reikna með að verði strekkingsvindur og svona él eða snjókoma norðan til á Vestfjörðum, þannig að það lagast ekki alveg strax þar fyrir en seint á morgun eða annað kvöld, en sjáum við það gæti eitthvað brotnað upp í skýjahulunni og svona hiti víða kringu frostmarkið. Og ef við horfum svo á þróunina fram á aðfangadag, að þá sjáum við að svona næra létta til víða svona tíma og sérstaklega þá Suðausturlandi og sums staðar á Norðurlandi. Það þykknar aftur upp hérna við suðvestur- og vesturströndina og verður svona lengst af svolítið þungbúið og dálítil úrkoma á norðausturströndinni. Rigning þar yfirleitt eða slydda, en annars þurrt meira og minna á landinu og svona aðeins að fjölga bláu tölunum, enda þegar lægir og jafnvel léttir til að þá verður meiri útgeislun. En svona þegar líður á daginn og kemur fram á aðfangadagskvöld, að þá getur komið inn svona dálítið éljaband, en það verður nú líklegast ekki mikið, þannig að geta fallið einhver korn, en dregur úr úrkominu og léttir víða til hér á norðaustur og austur hluta landsins. Fínasta veður, jólaveður, það þessi lægðarbóla sem að kemur með aðeins meiri él svona fyrirpartinn á miðvikudaginn, en annars svo dregur úr því og svona á jóladag, miðvikudaginn á jóladag, þá líklegast verður nú úrkomu lítið svona sérstaklega seinni partinn og léttir víða til hér á Norður- og Austurlandi og svona fristi svolítið mikið inn til landsins. Á fimmtudag kemur ný bylgja, aðalega þá sunnan til með talsverðri úrkomu þar, byrjar sem slydda, en svona verður síðan líklegast fer síðan yfirleitt í rigningu, en gæti einhver úrkoma fallið fyrir norðan, en verður eitthvað lítið þar. Í Evrópu þá svona meira og minna skýjað í Skandinavíu, saklaust veður svo sem, en aðalega úrkoma síðst í Noregi, en það búið að vera vindasamt í álfunni og sjáum að milt og úrkoma mikið hér austast í álfunni og vonsku veður víða hérna við Miðjarðarhafið og strekkingsvindur, en það búið að lagast heilmikið og Íberíuskaga og fínasti hiti þar. Þetta verður síðasta kortið í kvöld. Verið sæl.